Jæja, næsta atriði. Ímynd þjálfarans. Hvernig þið komið fram. Hvernig þið komið fram hvernig iðkendur munu koma fram flestir. Þau munu líta á ykkur sem fyrirmynd og reyna að gera eins og þið eru að gera og oft það bara ómeðvitað. Þannig að þessi setning sem er stundum sagður ekki gera eins og ég geri, gera eins og ég segi, hún virkar ekki fyrir fyrirmyndir. Þannig að ef þið eru þjálfari þá eru þið fyrirmynd og þessi setning virkar ekki. Þeir munu gera, eða margir iðkendur munu gera eins og þið gerið. Þannig að ykkar ímynd skiptir rosalega miklu máli. Hvernig þið hefðu ykkur, hvernig þið komið fram og hlutina sem þið gerið þegar að kenna skiptir mjög miklu máli. Þannig að byrjum að tala líkastöðu. Þau erum að þjálfa, vera standandi, bein í baki, góð og opna líkastöðu með hendurnar lausar og augun í hakanum. Muna að hugsa að það sem að gerast í kringum ykkur, hugsa hvernig þið lítið út þegar þið eru með hópa fólki. Hreyfa sig. Vera svolítið hreyfandi, ekki vera stíf og sitja í stól og búin í baki og eitthvað svona. Vera hreyfanleg og labba og þetta þessi líkamsstaða sem við viljum presentera fyrir hinum. Standandi, bein í baki, hreyfanleg, opnar hendur, augu í bakinu. Nei, augu í nakkanum. Núna, og svo fatnaðurinn. Fatnaðurinn á að vera viðeigandi fyrir það sem þið eruð að gera. Ef þið eru íþróttaþjálfari, þá eiga þið að vera íþróttafatnaði. Annað ekki viðeigandi. Þannig að passa það. Líka að vera í fatnaði sem ekki með óviðeigandi skilaboðum. Þannig að ef þið eru að þjálfa hjá einhverju ákveðnu félagi, þá mjög viðeigandi að vera í íþróttafatnaði merkt því félagi. Ef þið eru að þjálfa einhverju ákveðna íþrótt, þá mjög viðeigandi að vera í fatnaði merkt þeirri íþrótt. Ekki einhverju skilaboðum eða auglýsingum fyrir hljómsveitir eða einhvern húmor sem tengist ekki því sem við erum að gera. Það passar ekki fyrir ímynd þjálfarans. Hreinlæti. Að mæta snyrtileg til fara. Klipptar neglur og bara vera svona almennt snyrtileg hvernig þið lítið út þegar þið eruð að þjálfa. Athygli. Verið fyrirmynd í því að sýna hvernig athygli þið eruð að veita. Það þýðir alltaf þegar að iðkandi sér ykkur að þið sé að veita réttu hlutunum athygli. Það þýðir þegar þið mætið í sal og það er iðkandi í salnum, núna eruð þið þjálfari. Leið og þið komið iðkandi í salinn, þá á þessi iðkandi og hans framþróun og bæting á ykkar athygli. Þá líka við ef að það er einhvers konar nestispása eða eitthvað svoleiðis, að iðkendur eiga samt ykkar athygli. Það er ekki bara þannig að leið og klukkan segir að æfingi sé byrjuð, þá er æfingi byrjuð allt fram að því þá getið þið látið þessu vitleysingar. Þannig að pössum það að þau sjá ykkur þegar þau eru mætt, að þið séu að gera hluti sem er viðeigandi fyrir ímynd þjálfarans. Og tímaskinn. Það þýðir að við séum að byrja á réttum tíma, við séum að enda á réttum tíma, að við séum að taka þann tíma í æfingarnar sem okkur var tileinkað, við séum ekki að fara fram fyrir það eða eitthvað slíkt, og auðvitað ætlustu til þess sama af okkar iðkendum. Þannig að við sem þjálfarar pössum upp á það hvernig ímyndin okkar er. Það eru auðvitað fleiri punktar sem hægt að koma fram, en þetta er þeir sem langar til að byrja að tala um.